en fyrst heyrum við í Ómari Kristmundssyni, dósent í opinberri stjórnsýslu. Já, ef við byrjum á sveitarstjórnarstiginu þá mér vitandi eru ekki slíkar siðareglur til. Það hafa verið í bígerð að hjá Reykjavíkurborg eins og hefur verið greint frá í fjölmiðlum að setja slíkar reglur. Fleiri sveitarfélög hafa haft þetta í bígerð en mér vitandi hafa slíkar reglur ekki verið settar. Hjá ríkinu eru engar slíkar reglur til, mér vitandi. Og það þannig að alþingismenn séu raun og ekki bundnir neinu öðru heldur en bara þessu drengskaparheiti sem þeir vinna stjórnarskránni þegar þeir byrja á þingi? Já, það náttúrulega drengskaparheitið og svo auðvitað náttúrulega bara þau lög og reglur sem að gilda í samfélaginu. Þannig að ef við setjum þetta upp mjög einfalt að þá raun og ekkert sem bannar alþingismönnum eða kjörnum fulltrúum að taka við til dæmis stórum gjöfum frá fyrirtækjum og stór. Já, það eru engar skýrar reglur það að minnsta kosti getum við sagt, en eins og segið, það náttúrulega það eitthvað til sem heitir pólitísk ábyrgð og við gerum ráð fyrir því að ef að sá sem myndi þiggja slíka gjöf að hann yrði að axla sína pólitísku ábyrgð. En hver reynsla okkar af því að menn axli pólitíska ábyrgð hér á landi? Já, hún nú þannig að menn hafa nú mjög sjaldan gert það. Þannig að hún ein og sér er þá ekki nægilegt aðhald eða eitthvað? Nei, ég held að það sé alveg óhætt að segja. Nú eru til einhverjar reglur til dæmis embættismenn og starfsmenn hins opinbera. Eru þær reglur ef til vill þrengri heldur en reglur sem gilda kjörnafulltrúa? Þær eru mun þrengri og það má kannski geta þess að því við vorum að tala sveitarstjórnarstigi áðan að mörg sveitarfélög hafa sett sér sérstakar starfsmannastefnur og í þessum starfsmannastefnum eru venjulega einhverjar siðareglur. En í flestum tilvikum held ég að mér svo óhætt að segja að þá gilda þær eingöngu fyrir starfsmenn og embættismenn. Ekki kjörnu fulltrúana sem setja þær sjálfur? Nei. En Ómar, það þá eftir þannig að það sé þannig uppbyggt stjórnkerfi hjá okkur þegar kemur á kjörnum fulltrúum hvort sem sveitarstjórnarstiginu eða Alþingi að svo lengi sem það bara löglegt, jafnvel þó að sé vita siðlaust að þá það í lagi? Ég held að það sé óhætt að segja.